en hafði ekki áhrif á þá ákvörðun hennar að gefa ekki kost á sér 5. kjörtímabilið. Eins og fram kom í fyrri fréttum sjónvarps tilkynnti Vigdís þessa ákvörðun sína við setningu Alþingis í dag en gerði svo nánari grein fyrir ákvörðuninni á Bessastöðum síðdegis í dag. Við setningu Alþingis í dag tilkynnti ég að ég hyggst ekki gefa kost á mér til endurkjörs í embætti forseta Íslands á næsta ári. Þetta í fullu samræmi við þau orð sem hér féllu á Bessastöðum 19. júní 1991 þegar að því var lýst yfir að árin á forsetastóli yrðu ekki fleiri að loknu þessu kjörtímabili. Þegar þetta sagt mér efst í huga þakklæti til íslensku þjóðarinnar fyrir það mikla traust sem hún hefur sýnt mér með því að fela mér embættið þessi ár og veita mér til þess stuðning og styrk að gegna því. Og ekki ég síst þakklát öllu því fólki sem þessa dagana hefur lagt að mér að breyta þessari ákvörðun bæði með viðtölum, bréfum og undirskriftalistum og einnig met ég mikils jákvæða afstöðu þeirra sem lýst hafa skoðun sinni í könnun. Þessu vildi ég koma á framfæri við fjölmiðla sem hér eiga fulltrúa á Bessastöðum í dag. Hvað var til þess að þú tókst þessa ákvörðun? Hvað vó þyngst? Ég lít svo á að ég hafi unnið þessari þjóð af heilhug og heilindum í þessi ár og ég hef þokað nokkuð áfram þeim málum sem að mér voru efst í huga í upphafi kjörtímabils og ég enn á góðum járnum svo að mig langar nú kannski til þess að vinna að öðrum verkefnum líka. Geturðu kannski eitthvað upplýst okkur það hvaða verkefni þetta eru sem að þú hyggst taka þér fyrir hendur á næstu árum? Ég hef mikinn áhuga á margmiðluninni og langar til að líta til framtíðar og skoða hana vel og fleyta henni áfram sem að ég hygg að ég geti gert betur sem einkaaðili hafandi áður gegnt þessu embætti en í þeim erli sem að ég bý við embættisstörfin. Ef þú lítur svona yfir embættisferilinn, hvað finnst þér standa upp úr af því sem að þú hefur tekið fyrir hendur, af því sem að þú hefur komið í gegn? Ég verð nú frekar að spyrja ykkur það, því að mér hefur ekki legið lágt rómur ýmis málefni og ég verð helst að biðja mína þjóð að svara því eftir hverju hún hefur tekið á þessum árum sem að ég hef verið hér við störf. Mér sérstaklega kært tvennt, leyni því ekki, málræktin og ræktun landsins. Vigdís sagðist vilja sjá starf forseta Íslands í svipuðum farvegi og það hefur verið hingað til. Hún sagði gott fyrir þjóð sem ekki stærri en okkar að á forsetastóli sitji hlutlaus forseti, þó ekki alveg skoðanalaus. Geturðu sagt okkur nokkuð meira framtíðaráformin og með hvaða hætti þú hyggst beita þér fyrir útbreiðslu margmiðlunar? Já, ég tek þetta nú sem dæmi. Ég freistandi að nefna líka að það talsvert eftir að sumrinu í mér, eins og nefnt var hér fyrr á árum. Og ég vænti þess að það verði sitt hvað fyrir mig að gera. Það er svo langt í frá að ég sé að setjast í helgan stein. Ég mjög athafnasöm og hef mikla orku og þetta eitt af stóru áhugamálum mínum þessa stundina. Hvernig má virkja þessa makalausu margmiðlun til að styrkja íslenska þjóð, til að styrkja okkur öll, þannig að við séum gjaldgeng til jafns við aðrar þjóðir. Við erum það þegar, en við höfum hvergi láta deigan síga í þessum málum. Þetta eru brýnu framtíðarmálin.
Vigdís segir að óvenju hörð gagnrýni á embættið í kjölfar opinberrar heimsóknar til Kína hafi engin áhrif haft á ákvörðunina. Ég vil láta þess getið að það var erfitt fyrir mig að kveða upp úr þetta sem að þó gömul ákvörðun og starfsfólk mitt hefur lengi vitað af og trúnaðarvinur. Það var erfitt fyrir mig að kveða upp úr þessa ákvörðun fyrir en eftir að ég hefði lokið skyldustörfum við opinberar heimsóknir. Það hljóta allir menn að sjá að það erfitt að ganga í opinberum heimsóknum þegar að allir viðstaddir hugsa sér svo þegar maður gengur í salinn, þarna kemur hún og hún að hætta. Maður sterkari á svellinu ef að maður kemur bara sem forseti án þess að þessi búið að tilkynna það að ári verði breyttir tímar eða breyttar aðstæður. Þótt gagnrýni í kjölfar opinberrar heimsóknar Vigdísar til Kína og orða sem eftir henni voru höfð mannréttindi þar hafi ekki haft áhrif á ákvörðunina, leyndu sárindin vegna óvæginnar gagnrýni sér ekki. Ég ekki ennþá fann að skilja hvað ég gerði eða hvað ég sagði eða hvað kom þess á stað. Ég bara átta mig ekki á því. Ég þarf einhvern tímann að leggjast í að kanna bakgrunn þess. Þetta er voða sérkennilegt. Ég hef ekki hugmynd þetta fyrir að ég komin síðasta spölinn til Norðurlanda. Og það kom mér alveg í opna skjöldu. Vegna þess að ég sinnti öllum mínu verkum, kom öllu til skila sem ég ætlaði að koma til skila. Önnur viðbrögð heldur en undrun, sárindi, reiði? Mannlegur, ekki skaplaus. Það var gott að götur í Kaupmannahöfn eru svo langar eins og þær eru. Þannig að þú hefur fullt gönguferð til þess að... Já, auðvitað. Ég held að sé nú betra að hafa það skap að kyngja ekki slíku viðbragðalaust heldur en að vera svo sá væskill að slíkt kom ekki við mann. Þetta var svo ómaklegt. En það kemur einhvern tíma seinna í ljós. Þessi uppákoma í kringum Kínaferðina, er þetta svo atburður sem að þér hefur kannski mislíkað mest á ferðinni? Það særði mig. Særði mig vegna þess að það er svo sérkennilegt að, ekki sérkennilegt, það er mjög algengt að menn falli í þá gryfju að halda að næsti maður sé vitlausari en maður sjálfur. Og í föðurgarði mínum í gamla daga, þá var þetta rætt og orðað sig svona: ef hann það, þá getur þú kynnt honum eitthvað. Ef hann það ekki, þá getur þú lært eitthvað á honum. Og mér voru gerð upp orð, mér voru gerðar upp hugsanir og það er erfitt að kyngja því. Sérstaklega því að maður fer ekkert í karp að bera hönd fyrir höfuð sér. Var ekki ástæða til þess í þessu tilviki einmitt? Sjáðu, hraðinn er svo mikill að í öllum fjölmiðlamálum að mönnum er ekki gefinn tími til að átta sig og hugsa og ekki gefinn tími til að undirbúa svör sín eða neitt. Ég kem heim á föstudagskvöldi og eftir að hafa fengið þessa gusu yfir mig það leyti sem ég ek í bíl af flugvellinum í Kaupmannahöfn eftir alla þessa tíma í flugi og síðan ætlast til þess að ég standi bara á stampinum. Ég veit ekkert hvað verið að gerast. Ég var ekki búin að fá frásögn af þessu nema rétt á faxi, á hóteli. Og ég tók þá afstöðu að það væri bara best að reyna að leiða þetta hjá sér. Ég sagði frá atriðum í Morgunblaðinu eitthvað
Og allt var þetta, já, ég sé ekki að þetta að vera út af því að menn hefði ekki átt að segja á því hvernig fyrsta kennslustund í heimspeki afstæði. Menn héldu að það hefði ekki komist til skila. Það sem ég hafði að segja. Hefðu menn hringt í Pál Skúlason eða Þorstein Gylfason, þá hefðu þið strax fengið að vita að þetta var, hvað á ég að segja, aðferð til að segja frá því hvað það hefði verið að tala. Já. Og ég kom mannréttindamálum til skila víða í Kína. Fékk mér að segja heyra hjá ungu fólki og ýmislegt sem það hafði sagt birtuna og lýðræðið að norðan. Þá er þessum 11 fréttatíma lokið. Við minnum á frétta yfirlit klukkan 17 á morgun og í byrjun